Já, heyrðu, við ætlum að tala ópíóðafaraldur sem hefur verið hérna á Íslandi töluvert langa tíma. Við nú rætta oft hérna við rauðaborðið, fengið fíkla og aðstandendur til þess að ræða það. Þau eru með svona kröfur á stjórnvöld að fíklar hafi aðgengi að heilbrigðisþjónustu og slíku. Og sumuleyti svo bylgja kveiknaði eiginlega þegar að landlæknir tók leyfið af Árna Tómasi Ragnarsssyni lækni til þess að skrifa út ópíóðalyf til fólk sem hafði til hans leitað. Og þá var það fólk eiginlega komið svona á berangur og það eiginlega kveikjan að þessari svona bylgju sem við höfum reynt að fjalla hérna við rauðaborðið með því að tala við fólk sem að mynda þessi samtök. Þið muni eftir það voru mótmæli á Austurvelli þar sem voru lögð blóm á tröppur Alþingishússins og fleira. En við ætlum að ræðum þetta mál kannski aðeins frá öðru sjónarhorni núna því að hann kominn hingað, Árni Tómas Ragnarsson læknir. Velkomin. Takk. Herðu, þetta tengist allt þér og þetta náttúrulega margs konar mál og flókið. Já, mjög. Alls konar fólk í alls konar aðstæðum og hérna en við viljum aðeins að svona kannski best að ég byrjaði að spurja þig, Árni Tómas, þessum að þú nú ekki verið svona áberandi í samfélagsumræðinni. Ekki mjög óperunni. Ekki mjög óperunni. En núna ert þú svolítið svona miðjan í þessari umræðu. Já, finnst það ekki þægilegt? Nei. Það skiljanlegt. Herðu, en hvernig hérna, þú ert læknir? Já. Herðu, ég læknir og sérgrænsvíkjegstlækninga sem ég lærði út í Stokkólmi. Var linda 2 ára á Almennusjúkrahúsi og það var þar sem ég kynntist eiginlega fyrst ópíóðafíkninni. Ég veit ekki hvað þú kunnugur í Stokkólmi en það Centralen alveg niður í miðbæ og það miðstöð sölu á eiturlyfjum. Og þannig að á nóttunum þegar maður var á vakt þá var oft komið inn með fíkla sem voru í dái og maður var það rétt á við með því að gefa þeim hérna lyf til þess að vekja þá og þeir voru hörmulega illa farnir og það var mjög grátlegt að sjá þá svo bara hlaupa út frá mannum og geti ekki gert það meira fyrir þá. Og svo var ekki meira það. Og svo ég ekki það mikið að hugsa þessi mál, satt að segja. Meira heldur bara fólk gerir almennt. Þangað til að ég frétti af frú Ragnheiði sem að starfar vegum Rauða krossins. Og mér fannst þetta svo fallegt að þetta væri ungar hjúkrunarkonur að keyra bæinn á nóttunni og útvega hreina sprautur og nálar að ég bara ég vil vera með í þessu. Svo ég hringdi í þar og þá bauður mér upp á það að vera svona bakvakt á nóttunni og nú ég dálítið gamall kall þannig að ég sagði, var ég kannski ekki alveg verið mig að vaka nóttunni? Nei, ég veit ekki alveg að vekja mig klukkan 4, nei. En sagði við hann, ef við geta einhvern tíma gert eitthvað fyrir ykkur, þá bara hringiði. Og svo bara fyrir svona 2-3 árum, þá hringdu þær og sögðu við erum búin að vera að hugsa mál og velta fyrir ykkur. Hvað getur gert meira fyrir þessa sprautufíkla okkar? Og þá vantar náttúrulega að fá hrein efni. Þeir eru í svo miklu skít og þeir voru ekki bara í morfíni sem þeir voru allir í heldur við höfðu ef við keyptuð á götunni þá fengu þeir efni úti sem kallað fentanýl og 1000 sinnum sterkara heldur en morfínið. Og ef þú stingur nokkrum kollum af fentanýli inn í en töflu af morfíni þá ferðu í þvílíka rús eða bara deyrð að það var bara ekki við þetta auðnandi. Og það upplýstu við þetta alls saman og það þurfti ekki að tala mjög lengi við mig að þá sagði ég bara strax já, ég skal hjálpa ykkur. Og eina hjálpum var þá fólkin í því að skrifa út lyfin fyrir þessa einstaklinga og ég hafði ekkert verið að því áður ég umgengist morfín og heilmikið áður á spítulunum og svo framvegis en í þessum skömmtum sem ég að gefa eða var að gefa hafði ég náttúrulega aldrei unnið með. Mennir þetta séu stærri skammtar eða? Miklu. Þetta fólk sem mikið þol.
Já, búin að koma svo mikið þol og eiginlega allir sem voru hjá mér voru búin að vera svona í 15-20 ár í neyslu og þá kemur upp ansi miklu þoli og eiginlega allir voru búin að fara svona 15-20 sem líka á vog og hérna bara dagi sem þeir skrifust út að þá hérna fórinnar og gött og fengu sér hérna af því að því miður lyf sem að þeir eru með á vogi þessu veitir Suboxan og fínt lyf fyrir marga það virkar bara alls ekki á suma svo það einhver afgangsstærð og afgangshópur sem er bara í einhvern gistiskýlum og svona framvegis og eyðir öllum deginum í að stela til þess að eiga fyrir skammtinu á næsta dag og hérna og þetta var alveg ólíðandi að hlusta á svona sögur á þess að reyna að grípa inn í og gera eitthvað. Þannig að það var sem sagt ástæð fyrir því að ég byrja á þessu. Þessi beinin frá þeim og gera sögurnar eins og þeir lýstu þessu. Já, og þú tekur á móti sjúklingunum? Og svo tek ég á móti nokkur sjúklingum, kannski svona 10-15 sjúklingum fyrst sko. Og hérna og sér þetta ganga bara skínandi vel var að byggja svona ákveð kerfi hvernig það gera þetta fekk alveg alltaf, þær kom alltaf með mér hjúkurnar frá og hérna sem til þess að staðfest þetta væri í lagi með þess að gæja að gefa þeim þetta væri svona vist allt í lagi. Gæja séru voru þetta mest kallar eða? Já, þetta var 90 eitthvað pluss kallar og hérna og það komið þannig að við vorum hérna 3 og spjöldluðum saman og ég útskýrði fyrir þeim að þeir væri bara fáru veikir og þeir þurfti ekki að vera skama sín, þeir væri bara með veikindi eins og hver annar og þeir ættu rétt á heilbrigðisþjónustu eins og hver annar og ég skal bara taka mér að beita hver annar fyrir að enginn annar gera það og hérna og þeir ætla ekki að trúa sín megin augum að hérna og eyrum að það var einhver sem hlustaði á það og vissi hvað var að gangi gegnum svo þeir bara það bara lifnaði yfir þeim alveg sko jæja, nema framhaldi var slíkt að ég hérna skrifaði á tölvunum mína þann skamt sem þeir sögðust að nota hringdi svo í apótek sem þeir völdu og talaði með lyfsalan og spurði hvort að hann vildi hjálpa mér í þessu og ég fekk aldrei nei það var einhvern einasta lyfsalali sem vildi vera með mér í þessu og hérna og það gekk bara alveg glimrandi. En lífsalanir, það þunga ákvörðun að vera með þér í þessu? Ég meina, þeir berið lengi ábyrgð á þessu? Nei, ég ber alla ábyrgðar, alla. En sko... Þú vildir vita hvort að þeim þætti þetta að vera stangast á við eitthvað sem að þeim töldu verið rétt? Já, eða hvort þið vildu fá svona kuna inn á sín apótek og svo framvegis og svo sem ég taldi að... Það var ekki hindrun? Nei, og svo sagði ég svona bara, ég frá byrjun þá datt mér í hugmynd sem að ég vissi ekki til þess að væri nokkur annar sem ég notaði að ég gaf bara 1 dagskamt á dag til þess að þeir gæti ekki misnota þetta, ónota það eða selt frá sér svo þeir eru að fara inn í apóteki daglega og ná í dagskamtin sinn og hérna og ég var að tala við lyfsalana það að þeir mætti ekki fá meira en 1 Þannig að þú gefur út recept sem er kannski í 3 mánuði? Nei, ég gefur út recept sem er kannski bara heilt ár þess vegna. Já, en það er þannig að ég má bara fara einu sem dag og fá bara skammtinn. Já, og þá skiptir þetta. Þetta er skamta dópið. Já, þetta er svona svo gamla fólk í stundu færi í pókum og hérna nema þetta bara þeir fengu bara 1 póka og með sínum skamti og hérna og gekk alveg glimrandi vel. Verði að segja. Hvernig metur það að það gengi vel? Já, þeir að segja við mig sjálfir, ég heyri nú í þeim að öðru hvoru þó að sé sagt að ég hafa enga eftirfylgni þá er það bara ekki rétt. Ég bara bæði heyri þeim sjálfum, ég heyri vinu þeirra sem hafa verið með mig í þessu, nonni að Siggi eða hvernig það heitir, segi bara að gera það gott og svo sendaði mér SMS og þeir eru með síman minn, geta alltaf náð í mig og hérna, svo sagði bara verið tölvöld samband en ég er ekki að hitta þá sko daglega eða ég bara hitta á mjög sjaldan þetta er mest í síma nema þið þurfa að koma tíminn einhverju ástæðu sem er mjög sjaldan En það er ópíumfíklar, þeir eru líklegastir til þess að deyja af ofskammti Ég ætlaði sko ekki að trúa því sko ég veit ekki hvort þú heyrðir hann í Kastljós í fyrrakvöld en að Sigmar var hann og hann héldi fram og hérna satt hann og held ég hvort það var ekki og Valgerður frá Vogi hann héldi fram að bara 100 manns
á ári. Já. Ég held að það væri svona kannski 20-30. Ég vissi það voru alveg hellingur, en 100 manns er yfirgengilegt að íslenskt samfélag skuli sko bjóða upp á svona til svoleiðis háborina skammar að maður bara roðnaði að og Valgerður sagði ekki neitt og mótmælti ekki þessum tölum. En þeir hafa aldrei viljað gefa það út sjálfur. Þú getur hvergi nálgast að hvorki á landlækninni eða á Vogi hvað margir sem deyja. Nei, Vogur getur náttúrulega bara aðtúða hversu margir deyja af listanu þeirra yfir sjúklinga. Og þeir eru með tölur ótímabæri andlát. En maður deyr kannski, ég man ekki hver mörkin eru fyrir 56 ára aldur. Já. Og það er náttúrulega töluveri hópur, þetta er alvarlegur sjúkdómur, alkoholismin almennt og fólk deyr af alls konar ástæðum. En það er einhver vandi með það að greina hvenær fólk deyr af overdósi, óvart eða viljandi. Þannig það er svona álitamál. En Sigmar telur það vera hans sem að byggir á einhverju, að það séu 100. Ég hef heyrt fleiri sagði, ég held að Bubbi hefur nú sagt það frá þessu að hann syngi svo mörgum jarðarförum að fólki sem er að deyja af stóra skammti. Og alltaf frýtt. Það sé faraldur. Það syngur alltaf frýtt. Já, það sé faraldur. Þannig hann er bara sko veður upp í þessi faraldur og Vogur er náttúrulega hjálpa alveg gríðarlega til. Ég er sko mjög þakkláttur fyrir það að Vogur skulle vera til og fyrir þá starfsemi. En þeir sko, þetta er bara eins og sjúkrahúsum að við getum ekki alltaf læknað alla. Það er alltaf einhver afgangshópur sem við náum ekki að klára. Og það er sama með Vog. Það er þannig einhver afgangshópur, einhverjir 10, ég veit ekki hvað margir, hvort þessi 300 sem ég heyrði einhvern veginn nefnt. Ég hef ekki hugmyndu það, en ég veit að ég var komin upp í svona það byrja 60 manns á bara 2-3 árum og það var ennþá verið að koma til mig, koma svona 2-3 viku og Já, en að þú sagðir að þetta hefði gert gagn og fólkinu hefði liðið betur og átt auðveldra með að búa sér til eitthvað svona líf, að þurfi ekki að vera allan daginn bara að reyna að útvöða sér peninga til þess að geta keypt næsta skamt. Tókstu eftir því hvort að það væri fólk á þínu lista sem væri að falla frá? Nei, ég tók ekki eftir því. Nei. Ég veit einn að tvo eitthvað sem ég bara veit en ég var ekki svona systematist að fylgjast með því. Þannig þú ert alveg viss það að þín aðferð allavega, það eigur ekki dauðsföll. Sko, af því að gefa þetta í föstum skömmtum og bara 1 skammt á dag þá bara sko hljóta líkurnar að vera mjög litlar. Þeir sem að fara út á götu og kaupa þetta þar sem eru sko valkosturinn hinn að þeir veit ekki hvað þeir fá stóra skammta af morfíni og þeir veit ekki hvort það sé búið að blanda með fentanyl eða einhverju öðru ógeði. Þannig að líkurnar á þeir fólki frá mér degi af þessu eru alveg afskaplega litlar. Og svo má líka svona, þetta er gaman sketa sko, að segja nú einhver fái töflu hjá mér úr apótekinu og vilji selja frá sér. Að þá er alveg með sko að selja frá sér alveg hreint efni. Svo sem kaupir af henni er líka fíkill og hann er að fá þá alveg hreint morfín sem er sko alveg sko ólíkt því að þurfa að fara frá göttur og kaupa drasli sko. Þannig að þó að eitthvað sé að svindla ef við getum orðað þannig að þá er skaðinn ekki mikill. Nei. Herðu, en áfengis- og vímuefnafíkn er flókið sjúkdómur og það hefur verið þróaðar meðferðir og kannski svo sem er algengust að hún gagnast einhverjum hópi, kannski þrýðingunum með eitthvað svoleiðis og þá er búin til nýjar aðferðir og þannig hefur S.A.A. verið að þróa sína meðferð. Það komur mjög fljótlega var búin til meðferð fyrir endurkomu fólk sem ekki hafði náð árangri með svona einni meðferð. Síðan búið til kvennadeild og síðan var náttúrulega sérstök meðferð við ópíóðufíkla, það sem gefið svona viðhaldslyf, það sem að þú færð ekki fráhverfin en þú færð heldur ekki vímuna. Nei, það er svona hugmyndin. Og það er það sem þeir sko hafa, þeir sem koma til mín, þeir hafa allir prófað það. Og það er lyf sem er langmest notað heitir Suboxone
og þeir hafa allir prófað það. En af hverju dugar það þeim ekki? Já, ég segi, það bara dugar þeim ekki. Ég veit ekki af hverju. Ég veit ekki, sko... Þannig að þeir fara að nota virkari efni bara... Það daginn sem þeir skrifast út, það er búin að vera súbóksanning kannski 2 vikur upp á Vogi, daginn sem þeir skrifast út, hlaupar út á götu og kaupa sér nýjan skamt. Já, en það ekki þannig að ef maður er á þessari meðferð þá getur maður komið upp á Vog og fengið lífsir fyrir þessu viðhaldslyfi? Þetta er eitthvað voða skrítið með það að Vogur hefur eins konar einokun held ég að nota þetta lyf. Og það er ekkert alltaf mjög gott þannig á sambandið og þeir segja núna þeir sem að vilja hætta eða eitthvað að það takir 5 mánuði að komast inn á Vog og og það er bara ekki bjóðandi manni sem er búin að vera á þannig að þetta það er ábyggjar ýmislegt sem er athugavert við starfsemi á Vogi eins og ég er sem sagt þessu sagði áðan þakklátur og hrifinn af því að þetta skulle vera í gangi og og þeir hafa, sko, súbóksunni er endastöðin. Það er engin önnur lyf í framhaldinu. Og allir þessi menn eru búin að prófa það og finna að það virkar ekki á sig og þá er þið komin á göttuna. Svo sagði Og þar erum við stödd að eins og með aðra sjúkdóma, við erum eigum þessa, við tökum bara eitthvað krabbamein eða eitthvað, við getum skorið upp og við getum verið geislameðferð og við getum verið lyfjameðferð, en svo náttúrulega getum við ekki bjargað öllum. Nei. Og það er hópurinn sem að kemur til þín, hann er búin að pröfa alla meðferð. Og hvort sem að það er endanlegt að þau munu aldrei ná bata án efnana, að þá er það allavega staðan svo í dag, að þá er valkostinir annarkvort það að þú gefur þeim lyf eða þau séu út á götunni. Þetta er nefnilega alveg hárrétt súmerað hjá þér. Og það eru nokkrir sko sem hafa hætt. Þeir eru ekki margir, en þeir eru nokkrir. Og Og það er enda svo hættulegt að hætta á ópíólyfjum því að ef þú hættir að þá minnkar þolið. Svo ef þú fellur að þá getur fólk dáið af því að taka sama skamt og það gat. Þú verður fárveikur. Þú verður fárveikur. Já, ef þú hættir, já. Ef þú hættir. Ef þú snögg hættir með þessar stóru skamtar sem verður að taka, þá ertu bara sko í lífshættu. Já. Þannig að sko þegar maður tala um fíkn og vímu og veit ekki hvað. Við erum ekki að tala um það, við erum að tala um bannvænan sjúkdóm. Skilu? Þetta er bannvænt sjúkdómur sem drepur 100 manns á ári. Og þetta er ungt fólk. Þetta er fólk sem hjá mér er svona 30-35 ára. 20 ára að saga, byrjaði 12-14 ára að nota efni. Svo og gera það sem því, það hótti 20 ár. Já, ég óskaði alltaf við alls sem best og hvet til þess að hætta og minnka og veit ekki hvað og hvað. En það er bara fast í gildru sem getur ekki losa sig úr. Og og þá er valkostunni svo sagður áðan, sá að að þeir fara á göttuna og kaupi bara það sem ég myndi kalla bara hreint eitur með þeir fara í apótekið frá mér með staðla skamta, 1 skamt á dag sem ekki er svona eitur. Þetta er vissulega vímuefni en sko í þeim skamtur þeir eru búin að venja sig á að taka og þetta er alveg hreint, þá er þetta ekki svo voðalega hættulegt og það til sko fjölmörg dæmi menn sem hafa tekið morfín og haft góðan aðgang með hans lækna sem hafa skrifað upp á fyrir sjálfan sig og nota morfín eða ópíum í áratugi. Skamta sér sjálfur efnið. Já, og eru bara alltaf með sama skamtin og bara þeir þurfa á því að halda einhvern veginn bara til að fungera og svo það komst upp einn Íra sem var læknir og svo þegar hann var 70 mátti hann ekki skrifa út lengur og þá fara allt í klessu. Hann hafði unnið sem læknir í 40 ár held ég og búin að vera á ópíum í 30 ár og fungerar alveg fullkomna bæði í einkalífi og sem læknir. Svo sagði þetta var svo margt annað í náttúrinu og lífinu það þarf að komast á eitthvað ákveð jafnvægi og þá getur einhvern veginn lifað með því þó það sé kannski ekki alveg ídealt. Það er ekki ídealt að neitt noti með heroín eða morfín. Það er ekki það ég sé að mæla því bóta að fólk sé að gera það langt í frá. En valkosturinn er bara svo miklu verri og þess vegna er ég að þessu. Já.
Þannig að fólk sem að fær lyfin sín skömmtu, það getur lifað svo til eðlilegu lífi með þessum annmörkum að það háð þessu efni. En það getur rækta samskipti við fjölskyldu sína og börn og jafnvel unnið og hvað sem er. En það getur ekki ef þú þarft að afla þér tekna fyrir, það talað 15 skall á dag, það sem þú þarft að afla þér til þess að kaupa efnið á götunni. Það er svo satt. Og svo það sem þú bendir á að efnið á götunni ekki alltaf það sama styrkleika, þannig það að sömuleyti eins og rússnesk rúlletta og endanum getur dáið óviljandi. Það er dýrt sko, þeir eru að kaupa þetta sko kannski 20 skall eða meir á dag. Og ef þeir eru með örorku eða eitthvað bætur eða eitthvað sko, það er fljótar að fara. Svo þeir eru alltaf krung. Og þeir eru þetta er nú yfir svo góðir gæjar sem að ég með sko, þetta eru fínir strákar. Og þeir hafa sagt mér náttúrulega allir sko, þeir vilji helst alls ekki brjótast inn í íbúður. Svo þeir eru að fara í búðirnar og taka kjötlæri eða eitthvað sko. En hérna svo að ég get aldrei talað illa þessa skjólstæðinga mína. Þeir hafa allir verið mjög kurteisir, prúðir, takklátir og gengið vel og það hafa ekki svikið mig. Alltaf síðan sem ég segir við á þess að ég er að sýna mjög mikið traust, þú veist það, og þú verður að endurgjalda það. Þú veist að fíkillinn, hann vil síst svíkja dílerinn sinn, þar sem hann fær efnið. Þannig að það getur verið að fólki svíki aðra heldur en síðast mun að svíkja þig. En fíknilæknar, þeir eru ekki hrifnir af þessari leið og það er svona, það er ekki hægt að sýna fram á það að skammta vímuefnið leiði til lækningar, að fólk losni við sjúkdóminn. Og kannski það er ástæðan fyrir að þeim finnst þetta ekki góð leið. Já, ég sko heyrði í einu þeirra í sjónvarpinu daginn sko og hann sagði, var alveg á móti þessu og sagði þeir ég bara fara upp á Vog og fá meðferð og hann er að tala menn sem er búin að fara 20 sinnum á Vog og fá ekkert út úr því. Þetta er svo mikið rugl, þetta er svo mikið kjaftæði að sko maður bara hristir hausinn. 20 sinnum á Vog og fá ekkert út úr því. Og sín rökkur þau að meðan að við höfum ekki meðferð sem að þeir vilja fara í og sínir árangri, að þá er þetta svona skaðaminkandi aðgerð sem að þú ert með, þar sem að fólkinu er tryggt að geta lifað þokkalegu lífi þó svo að sé fíklar. Og það er alveg rétt, það lifir sko þokkalegu lífi, sko þeir sem ég hef heyrt í, sem ekki náttúrulega ekki allir, að þeir eru lifa bara, það eru komin aftur til fjölskyldu og pappa og mamma hafa hendum út, þess að þeir stálötu steini léttar heima og svo líka þess að geta fjárbarnir sig og svo þeir hættu að þá bara voru teknir bara í fangið og allt í sómanum og vinirnir sem voru búin að yfirgefa þá, þeir kom aftur og þeir hafa tíman og þú þarf bara fór til apótek í korter og kaupa sér lyfið og svo í allan daginn fyrir sér að gera eitthvað gott. Þannig að og sumir eins og segir hafa fengið sér vinnu og einn sem sendið mér á það 3 skammta eftir sann. Bara 3 skammta og sendið mér SMS og sagði, já bara 3 skammta eftir og ég var að leigja mér íbúð og ég er að leita mér vinnu og svo kom ég heim til mömmu og sagði, þetta er bara 3 skammta eftir og það var búin að taka honum átna leifið. Og hann sagði, mamma fór bara að hágráta. Sko, þetta nýsti mann inn að beini og bara gera það. En ef við erum bara að hugsa eins og það geti orðið allra best, væri það ekki þannig að það þyrfti að vera meiri svona eftirfylgni hjá þér með hópnum? Sko þessi... Hvað er þetta 60 manns? Já, þú segir 50-60. Sko, þessi menni, eins og segi, bara 20 á Vog. Það er án að vera eftirfylgni og eftirfylgni, ég veit það og það hefur ekkert hjálpað þeim. Þá er ég að velta fyrir mig bara til dæmis að réttlæta þessa aðferð að við vissum einhvern veginn hvernig fólkinu hefði farnast, hvort það sé ljóst að svona almennt og yfirleitt sé þetta betri kostur heldur en að vera á götunni, eitthvað slíkt. Ég get alveg sagt það að ég er búin að skrifa mörg bréf til hennar Ölmu Möller, landlæknis og sagt að ég væri ekki óskakosturinn í þessa meðferð. Ég er bara að vinna einn á stofu
og ég nú farin að eldast og ég er búin að segja að það verður að koma upp einhvers konar móttöku eða klíník fyrir þetta fólk. Það sem væri kannski 2 læknar og 2 hjúkur og meiri svona ætti að gera fyrir það. Hún hefur aldrei svarað mér. Nei. Þannig hún hefur ekki áhuga á því. Nei. Og svo verið að búa til eitthvað, hvað heitir það? Ekki fíknistíli en eitthvað. Neyslurými. Og það skilst. Þess að hún færði allt nema efnið. Já. Sem sama og hérna þeirra verið að gera hjá hérna í bílnum sem keyrir bæinn. Þeir fá sprautur og nálar og hérna, þeir þurfa ekki meir nema efnið sem er náttúrulega lykilatriði. Annað sem maður getur hugsað sér að væri svona gagnrýni á þetta fyrirkomulag væri það að með því að séu opið þetta að fara til átna og fá efni að það séu fleiri sem að fara að nota. Nei, sko ég fæ alltaf fylgdarmann með og fyrst var það semst að stúlkurnar hjá á Ragnheiði og síðan er það við ýmsir frá félagsgeiranum í bænum sem þekkja vel til einstaklingana og svo í þriðja lagi er það stundu bara pappa og mamma sem koma með þeim. Svo að ég fæ alveg fullkomna staðfestingu á því að viðkomandi sé í miklu vanda og hafi verið það lengi. Þetta er ekki eitthvað sem er í óhófsneyslu og sem gæti orðið síðan háður með efnunum frá þér. Nei, hann byrjar ekki á því á mér. Nei. Ég er að taka endastöð. Ég er endastöð, já. Þannig að ég alveg sagt það að þetta er nú með því svona ánægilegra sem ég hef bara gert í mínu læknistarfi og ég er búin að vinna þessa lækni. Það er leiðilegt að landlækni finnist þetta að vera það versta sem þú gert í þínu læknistarfi? Já, það er bara hennar mál. Já. Hún hefur ekki sýnt þessu neina líu eða skilning og hérna ég er mjög ósáttur við hennar vinnubröð og til dæmis núna þegar hún tekur þetta leyfi að mér að gefa þessi lyf þá gerur það til að fyrirvaralaust og án þess að undirbúa það. Sko ef hún væri búin að búa til þessa klíník sem ég var að tala einhverja móttöku þá hefur verið húrra fyrir því. En hún gerir ekkert. Þeir er bara allt innu bara, ég tekin úr umferð og þeir eru bara göttunni. Og það er bara óásættanlegt. Já, við þekkjum það úr sögunni að ef við lesum svona sögu áfengis og vímuefna sjúklinga þá einu sinni var heroín sko gefið út af læknum. Þetta er frægt saga í New York og svo allt í einu er þetta bannað með lögum. Þetta er ólöglegt. Já. Og ég man nú ekki fjöldins bara í New York sem að þurfti þá að fara bara í undirheiman að leita að þessu. Já. Og var náttúrulega kveikjan að því að þarna var skipulögð glæpastarfsemi til þess að sinna þessu sjúklingu sem að læknunum var skyndilega bannað að útluta þetta efni. Já. Ég hugsa þegar við einhverju svip og ég þegar ekki verið að sko að byrja að gefa einhverjum heroín sko og reynda að fá þetta að taka meira eitthvað svo. Kannski frekar að þú að því þá var kannski ekki komin fram allir sko ágallanir við þetta lyf. Nei. Sem að þú og fleiri vita að þekki í dag. Já. Ég skal segja svolítið skemmtilega sögu. Það var mjög strangur læknir á Landakoti og yfirleginn Landakoti sem heit Dr. Bjarni Jónsson. Og ég var heiðursannótt að fá að ganga með hann sem kandidat í 2 mánuði. Og hann átti til að stoppa mann svona á stofaganginum og spyrja mann einhverja spurninga. Svo hann segir heyrðu Árni, veistu hvað er réttur skammtur af morfíni? Og ég svaraði eins og prúður ungu piltur, það eru svona 10 milligram 4 sinnum á dag og samt að ég heyrt sko fólk æpandi miðjanótt að verkjum sko og það fekk bara 10 milligram 4 sinnum á dag, alveg sama hvað þau bara íld. Dr. Bjarni sagði, nei, þetta er ekki rétt svar. Þeir eru að fá eins og þau þurfa. Já. Ég hef heyrt lækna að segja þetta að það sé algengt að það sé gefið of lítið frekaldur of mikið. Já, og það var miklu verra hérna áður, sko, það var alveg skelfilegt og að ganga í myrkrinu eftir göngunum upp á Landakoti, þar var mikið af fólki með krabbameini í hérna blöðráskirtli eða köllum og það er mjög sárt að fá meinvörp út frá því, alveg opbáslega sárt og maður heyrði veinin í þeim. Maður bara ungu strákur, 25 ára gamall eða eitthvað
og svo heyrði maður bara veinin í fullorðnum mönnum bara í myrkrinu út allt. Og skelfileg reynsla. En Árni, nú eiginlega býrð þú til þessa þetta fyrirbrigði í íslensku samfélagi og þú ert læknir út í bæ, eins og sagt er. Já. Og ég veit að læknar telja að þeir eigi að hafa þessi dómgrindi þeirra og þekkingi þeirra og reynslan sem að mótar meðferðina og það sé svona stundum með að tala við læknar eftir svona heilagssamband læknisins og sjúklingsins. Já. Og ekki allir hrifnir á því að það sé eitthvað svona almenna reglur sem að ganga á þetta og heldur verður læknirinn að hafa vald til þess að gera það sem að honum telst vera réttast. Sko, það er ekki neitt sem að þetta heitir læknislist. Já, en við sem ekki erum læknar, okkur finnst það stundum svona er það virkilega þannig að Árni getur bara ákveðið þessa leið? Á ekki að vera einhver alma yfir honum og sem að segir honum til? Ef henni finnst ég verið að gera einhverja algjöra vitleysu, þá á hún að gera það. Já, að stoppa þig. Og náttúrulega mörg tilbygg sem að hafa verið svoleið, sko, það er ekki nýtt. Læknar gerir mistök. Já, er að gefa vitlauslyf eða gefa mikið lyfum eða eitthvað. Já. En ég hef aldrei verið kærður eða ámyndur eða neitt og það eru fáir læknar sem var starfa eins lengi sem læknar eins og ég er búin að vinna frá því á 22 ára gamall sem starfandi læknir. Hvað er það gamall núna? Ég er 54 ára. Ég byrjaði sko Óli gamli landlæknir. Hann var ágætur kunningi minn að við hjálpa hann eitthvað við vísindastörf árið áður. Svo hringir hann í og segir, Árni, nú verður þú bara bergamálum. Og ég var alveg steinhissa og hann segir, þú verður að fara á Siglufjörð og verða héðanslæknir þar. Og ég segir, Óli minn, ég er bara búin að vera rétt búin að klára bækurnar og ég er bara 1 mánuð á kúrs á landsbjöldu. Ég kann ekkert, þú getur ekki að senda mig bara, það fer allt í vitleysunum og farir. Þannig að ég fór og var héraðslæknir á Siglufirði í 2 mánuði. Alma var þá á Siglufirði og var að róla sér. Þá byrjaði minn feril 22 ára gamall sem læknir og verið í því alveg samfellt síðan og ég hugsa sér ekki þú alveg margir læknar sem hafi jafnlangar feril og jafnlangar reynslu og hvað heitir það á íslensku hafa það í pötunum eins og þjóður að segja fingerspitsen ekki fýl svona innsægi sjúkdómsinnsægi já og stundu þarf maður að beygja reglurnar eða fara sína eigin leið og það gefst mér oft mjög vel og þannig að ég veit að ég þarf að eiga þessa möguleika auðvitað reyni að fara til reglunum nummer 90 og eitthvað %, en það koma fyrir þannig aðstæður að það er bara ekki manneskjulegt að fara bara eftir reglunum og eins og Alma bara eitthvað að segja við mig hvað heitir þetta, ekki lög heldur hann gælu eftir reglugerðinni að gera það sem þetta gera og ég sagði við Almu það er eini fundurinn sem við mátt og ég sagði við Alma vistu það að ég samviska mín gagnvart sjálfstæðingum mínum og samúð er mér bara miklu meira virði heldur en einhver reglugerð. Þannig ef það læknir ætti bara alltaf að fara eftir reglunum þá væri eiginlega róbot sem geti gert þetta og þú telur þess að innsægi læknisins og þú kallar þetta læknislist að hún verði að fá að hún verður að fá að njóta sín og þeim og gerir bara einhverja stórkostlega bommertur kannski lítur Alma svo á að þetta sé stórkostlega bommerta sem það hefur gert og það ekki bara ég verður náttúrulega verið að skoða allar sem að hafa veist allra en þetta er mitt álit og þetta er mín reynsla sem ég hef lítið á sem hafi heppnast mjög vel og ég fengi mjög mikið hrós og stuðning fyrir að standa í þessu og ég vissi alveg þegar ég byrjaði á þessu að ég væri að stíga út á hálan ís skal ekki halda að ég hafi bara verið alveg kreddabæk ég vissi að það að gefa dálítið að morfínu væri eitthvað sem Alma til dæmis gæti farið að agnóast út í og ég skrifaði það í Moggan bara
nokkru vikum eftir ég byrjaði og búin að sjá kannski 15 manns að ég væri að standa í þessu og hvernig ég hugsaði þetta og hvernig þetta fólk hefði þetta væri fárveikt fólk sem að bæri að fá læknisþjónustu eins og annað fólk en ekki bara vera hent út í götu og láta bjarga sig sjálf. Þetta virða þetta fólk líka. Já, þannig að þú verður ekki verið að gera þetta í leyni. Nei. Og svo þegar ég var búin að vera í svona hálft ári viðbót og komið með alltaf mikla reynslu, þá skrifaði ég aftur í makkan og sagði, heyrðu, þetta er verið að ganga alveg gífulega vel hjá mér. Mínir fíklar hafa látið vel á þessu og bara líður vel og þetta er bara fínt. Svo ég bara setti allt upp á borð alveg leið. Svo sagði hérna, það er ekki eins og ég hafi verið eitthvað dóplæknir sem hafi verið að pukrast með þetta. Nei. Það er til, það fyrir því. Já, það er til tímiður. Ég spurði á það hvað verið gamall og þú sagðist að verið 22 ára þegar þú byrjaði. Já. Hvað er gamall í dag? 74. 74. Ég manna eitthvað tíma fyrir einhverjum árum síðan að þá var ég eitthvað að lesa mig til. Já. Og þá las ég það að fíklar, að þeir fengju dóp hjá læknum. Já. Og þeir væri mjög fljótir að svona sirka það út hverjir gæfu. Já. Og það sem að væri sammerkt með læknunum er að ofta þeir væri orðnir eldri menn. Já. Og þá voru svo sem að það skrifa þessa grein, þá var einhvern veginn þannig að þegar maður eldist, þá verður maður svolítið svona meirari og erfiðara með að beta hörku þegar maður sér fólk þjást. Þannig að eldri læknar eru svona, það er svona, þeir eru meiri erfiðleikum með að hanga á reglugerðunum og segja nei og íta fólki frá sér. Þetta er mjög interessant vinkill hjá þér. Ég veit til þess að 2 eldri læknar, segjum læknar sem voru eitthvað komin nálægt áttræðu, að þeir voru með að skrifa út, alveg reyndi í stóru stíl og það var bara til dópistaf og ég deildi biðstofum einu þeirra og það var bara fullt af fólki sem var bara eingöngu að koma til þess að fá dóp. Og þeir voru ekki endilega, þeir voru átni meirir, heldur þetta var þeirra innkoma. Þeir voru það gamlir, það sóttu í lengi til þeirra aðrið dópistar. Svo sagði og þá var báðum tilvíkunum var þetta svoleiðis. Þannig að, svo langt frá því að ég sé að gera þetta því að sjá. Þú skamtar þetta? Þú áttu að þeir þeir sem að þú kallaði dóplækna, að þeir gefa út bara það sem að... Þú fær bara 100 töflu, ekki svo vel. Og kúnin vill. Já, þannig að ég haldi mjög passasamlega utan þetta með því að láta bara skamt á dag af þeim skamti sem þeir sögðust hafa verið vanir að taka í mörg ár. Og það er svona, mér ákveðin lógík á baku það, að gera þetta svona og ef maður ætlar að annað borða að hjálpa þessu fólki að þá verður maður að hafa svona einhverja svona reglur sem ekki skada. Það er nú ein af aðal reglum okkar lækna að gera ekki skada. Númer 1 sé ekki skada. Og ef að þínir skjólstæðingar koma til þín og vilja fá að þú skammtir andaðum morfín og þú segir nei, þá er þetta valda þeim skada. Ég er ekki að bæta líða þeirra. Nei. Ég er ekki að lækna þá. Nei. Það er sem að segja að það er status quo hvað varðar fíknina. Já, það er þegar þú segir já, eins og þú gerir. Já. En ef þú segir nei, ef þú ert læknir. Ég hef eiginlega aldrei sagt nei. Nei. En myndur líta svo á að læknir sem að segir nei við þann sem að þarf skammtinn sinn til þess að lifa af og valkosturinn er það að steypa stofan í undirheimina, að hann sé eiginlega, hann er ekki góður læknir. Ég hef nú sagt nei til þess að sinnum og annar var mannetja sem var ekki alveg heil á geði og kunni ekki með þetta fara og ég man ekki hvað var með hinn en ég held ekki hvað var spytkinn aftur Þetta með að ef að læknir neitar þeim sem að þarf á lækninu að halda. Ég hef aldrei, þetta eru allt saman prúðir og fínir piltar. Ég hef aldrei orðið bara við neitt hroka, aggressjón eða neitt og þeir hafa brosa fallega til mig þegar þeir kveðja mig og bara
ég bara hrifinn af þessum stráku, hvernig þeir hafa tekið sig á og allir þeir sem ég hef fylgst með, ég veit ekki það ekki fylgst með möllum, en allir fylgst með og svo ég reykist á það út á götu og síðan bara snirtilega unga mann sem ég sá bara segjum til dæmis núna tíma að með all síðustu skjólstæðingu minna það var strákur sem að bjó út á Granda í Hreysi og hann var mjög lítið fyrir mann að sjá, gekk alveg kengbáginn og sá hann hafði ekki mikið sjálfströst og hann búin að lita á sér hárið kolsvart og svo sveipur alveg niður eftir kinninu öðrum megin og hann gekk í lörfum sem var bara ekki var þetta að kalla því nafni og ég sem ok, ég tek hann bara svo hvern annan og enda var hann með fylgdamann með sér og og svo bara fekk hann sama treatment og allir aðrir en ég gæti ekki setið á mér sko, hann var svo aumt á honum ástandið að ég sagði við hann þegar ég lokaði beðstu og dyrum eftir hann heyrðu, farðu nú og láttu klippa þig og farðu í almennileg föt og hann starði á mig svo nöytinn í virki hafði reyndar heyrt til sögðum var því að ég var í fyrsti maður sem ég hittu sem að skildi þá og vildi tala við þá nema hann sagði já, heyrðu hvað er næsta rakarstof? Það er bara bestu gutti sagði og svo bara banka á dittar hjá mér tvisvar sinnum 5 dögum setna og það er svo maður sem ég kannast aðeins við en það kom ekki alveg fyrir mig þá er hann búin að klippa sig búin að aflita á sér hárið, það var bara með fínt hár, fínum fötum og vildi bara taka maður kjærlega fyrir. Sko, ef þetta ekki svona, veist, fljótlækningar, þá veit ég ekki hvað það. Stundu þarf lítið til. Ég er ekki mann sem að reyku bata sinn til þess að það var eitthvað sem sagði við hann, þú veist að þetta er ekki við hæfi. Já. Og það var vendipunkturinn í hans lífi. Já, já. En það er kannski margt annað sem spilar inn í það. Herðu, en 50-60 skjólstæðingar, það er að renna út lyfseðlarnir. Já, þeir gera það hægt og bítandi sko, sumir eru að klára eins og þau hringdi með það. Það er örvæntingu mikil, ég heyri af þessar örvæntingu bara í samfélaginu, það er mikil sársauki og ótti, það sem að fólk er eiginlega að steypa stofan í undirheimana. Gamla farið, þurfa að stela, þurfa að borga alveg óheyrilega upphæðir fyrir mjög vonda framleiðslu af þessum töflum. Og verður aftur útýst frá fjölskyldu og vinum bara allt fer upp nýtt og ég get ekki sko mér verður illt þegar ég hugsa til þessa. En gerir þú eitthvað, nú er búið að taka þig leyfið, ertu að áfrýja því eitthvað? Ég er svo rosalega þreyttur á þessu ég bara standa í þessu stappi við alveg endalaus bréfaskrift, endalaus vesen og endalaus skillingsleysi að ég bara þetta viðtal okkar núna er ábyggilega síðast sem ég ger í þessu málum. Þú veist ekki vont að vera hérna það? Það er ekki... Mér finnst mjög gott að setja hann hjá þér. Það er ekki út af því að þú er að nóa þessum deilum. Þetta er komið gott. Ég ætla mér að ég skrifaði grein í Moggan sem kom í morgun og það átt að vera síðast þá svona lokaormin og sem ég þakkaði öllum sem hefði stutt mig og þá hringdi þú þannig sko en nú er ég búin að þú ert að gefast upp já, en ég ekki kannski gefast upp ég trúi því að þetta sem ég hef verið að gera hafi vakið miklu meiri athygli á þessum málstað heldur en ella þannig að íslensk stjórnvöld og heilbrigðisyfirvöld fara að gera eitthvað í þessum málum miklu meira heldur en það gert áður. Og ef að það gerist, þá er mitt starf ekki unnið til einskis. Það verði búin til einhvers konar móttaka. Já, svona skaðaminkandi skömmtun á efnum. Já, efnum, sérstaklega efnum að því að hitt og jú til fyrir sprautunar og nálanar. Og þeir getur með sig að fara þessuna í apotek hér og náði sprautur og nálar sko. En það er efnið sem þetta fólk þarf að fá á meðan á þessu. Annars sem er til dæmis eins og þetta efnið að þeir hana fíknilæknandi segja að þetta sé skaðavaldandi efni ef að þú leysir þetta upp og setur þetta út í vatn og sprautar það með það og að það verði
geti skemmt æðar og ég veit ekki eitthvað fleira og það eitt af því sem þeir nota gegn mér. Þetta fólk að taka þetta sama efni af götunni og með smöndalega miklu meiri að þetta óhreint, miklu meiri skala fyrir allt þetta sem þeir að tala Svo að nota þetta gegn mér frekar ómerkilegt. Ég heyri í fólki sem að hefur verið hjá þér og fólk sem að tengist því fólki, aðstandendur og fleira og það það bara örvæntingafullt og það örugglega sýnt þér mikil stuðning, býst ég við. En hvað með aðra lækna? Það var enginn haft samband. Enginn? Nei. Já, þeir hafa hringt í mig, 1 eða 2 og sagt þegar ég með sprautufíkil heldur þú getur ekki þegar. Þú getur tekið hann af þeim. Og eitthvað svona, sko. Þannig það er ekki hægt að segja að þetta hafi valdið einhverju svona endurskoðun og umræðu innan heilbrigðiskerfisins eða læknadeildar. Ég veit ekki til þess. Nei, það eru nokkra læknar sem að hafa meira svona frjálslendi afstöðu hvað þessu, til dæmis smitsjúkdómadeildin upp á Borgarspítala. Þeir hafa svo marga HIV-sjúklinga og sem eru líka dópistar og þeir hafa verið að gefa þeim morfín og eitthvað svona undantekningatilvik en það ekkert sem svona systematist og þegar menn hafa verið að tala það séu læknar að gefa morfín út og það bara vitleysa. Það bara ég. Hitt þá algjörar undantekningar. Það bara þannig. Það búið að loka þessu og þú verður að setja við það. Já. Og svo bara eftir að koma í ljós hvað verður þetta fólk allt saman. Og við heyrum það og vitum að það er mikill ótti. Það er mikill ótti. Það er mikill ótti og mikill sásöki og þetta sko, þeir voru búin að öðlast kannski svona sjálfsverðingu aftur, sjálfsmyndin var að koma sér saman og nú hreinur þetta alls saman og þetta er ekki lítið sverði. Svo má tala til dæmis líka um svona samfélagslega áhrif sko meðferðana hjá mér að leiðu hægt að þurfa að brjótast henni í búðir og svona að þá verður samfélagið miklu svona heilla heldur að þetta verið. En nú byrjar það aftur. Nú þurfa búðareigendur að passa sig og fá fleiri öryggisverði og svo framvegis. En þetta var að við vist af þeir sögðu mér sjálfi fíklarnir að snar minkað verðið hjá dópsölunum út á Granda hefur hækkað töluvert eftir ég hætti. Dópsölunum út á Granda? Það voru einhverjir 2 kallar út á Granda sem voru að selja og það er mjög mikið dópistur sem eru þar og búa þar einhvern skýlum og gámum og þeir voru þar bara og seldu dýrt og svo bara þegar ég hætti að þá gæti þeir sko það hafa kannski lækkað verðið sko því að það verður samkvæmnisfæri við mig og svo bara hætti ég og þá bara ríku verðið upp og þetta er engin smá peningar sko. Hugsaðu það borgar kannski 20.000 krónur á dag sko, þetta er bara rosalega uppæður og tekur yfir mánuð eða ár. Já. Herðu, Árni Tómas, takk fyrir að koma ykkar. Takk fyrir að fá að koma. Mjög fróðlegt að ræða við þig. Takk. Við ætlum að sitja hérna áfram og áfram að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is